Yfir fann hvíta jörð leggur fríð, þegar fellur mjúk loftdríf á grund, eins og heimurinn hinn kraðinn svið, haldi niður í sér anda stund. Eftirvænting í augum má sjá, allt eitthvað svo spennandi í dag. Jafnvel kisa hún tiplar á tá, þorir tæplega að mala sitt lag. Svo berst dómur og samhljómur til heyrna af indælum söng. Tvíræð bros mætast og börnin kætast, en biðin börnunum lög. Loksins kveikt á kertum í bæ, þá kátt öll mannanna bók, og frá afskekktum bæ út við sæ, ómar kveðjan gleðileg jól. Svo berst dómur og samhljómur til heyrna af indælum söng. Tvíræð bros mætast og börnin kætast, en biðin börnunum lög. Loksins kveikt á kertum í bæ, þá kátt öll mannanna bók, og frá afskekktum bæ út við sæ, ómar kveðjan gleðileg jól. Heil og sæl. Það jólaþáttur, þátturinn í dag og í kvöld, og eins og þið náttúrulega urðu áskynja hér í upphafi þar sem að þau Heiðursjón, Hjalti og Lára, sungu fyrir okkur. Þau ætla líka að syngja fyrir okkur hérna í lok þáttarins, annað jólalag, og það er nú gaman að segja frá því að þau gáfu disk núna á haustdögum sem heitir Árbraut, og ég mæli alveg einstaklega mikið með, því að það er virkilega ljúfur og fallegu diskur, og svona, þau eru svona fólk sem syngur frá hjartanu eins og þið hafið fundið hérna. En við ætlum bara að tala jólin í dag, og ég þarf alveg svona ná mig niður, að því ég alltaf að tala með alveg svona opaslega þung viðfangsefni og oft á tíðum og svona maður setja sig í ákveðna stellinga gagnvart því, en nú ætlum við bara að vera afslöppuð og tala jólin og reyna að skapa smá svona stemningu fyrir áhorfendur. Og til þess hef ég fengið feðgin, mér finnst það svo krútlegt að fá ykkur inn í þáttinn. Haraldur Þór Egilsson og Eik Haraldsdóttir, verið hjartalega velkomin. Takk fyrir. Takk fyrir það. Og þið, svo sem ég sagði, ég gaf nú enga skýringu sérstaklega á því af hverju ég hefði beðið ykkur að koma og vera gesti í jólaþættinum, en ég get gert það núna, þannig að áhorfendur fá að heyra það líka, og þið leið. Og það vegna þess að ég hef svona fylgst með ykkur í gegnum árin, og mér finnst þið vera svo mikið stemningsfólk, og ég hugsaði bara með mér í fæ þau, þá alveg sama hvað við tölum, það verður einhver stemning.
og ég af tilfinningunni, ég hef nú fylgst með ykkur og þinni góðu konu og eldri systur og ég hef tilfinningunni til lífi fyrir eitthvað svona skemmtilegu lífi, sko. Og mér finnst það tilhlýðilegt að fá okkur í þáttin og kannski vita hvort þið getið aðeins svona deilt með okkur hvernig þið farið að því. Því það mjög eftirsóknarvert að lifa skemmtilegu lífi. En jólin að koma. Eru þið jólabörn? Ykkur horfa á mig. Já, ég held að ég get nú ekki neita því. Ég veist jólin yndislegu tími. Alltaf þótt að hlakka hverju einustu ári til jóluna, sko. Já. Mamma þarf oft sko að stoppa hann í skreytingunum. Já, ok. Hann skreyti svolítið mikið, mamma þarf aðeins að stoppa hann, sko. Já, ég hef nú lagast með það. Samhljómur með þér og honum Grísvold? Nei, hann reyndir einu mínu uppáhalds jólamyndi, það kannski en nei, ég nú ekki alveg við strikið, sko. Nei. Á ekki jafnmargar seríur og hann, sko. Nei, en horfið alltaf þá mynd? Hvað heitir hún aftur? Christmas Vacation. Já, Christmas Vacation, já. Já, svona næstuð hver jól, sko. Já. Það nú líka eitt við jólin, sko. Maður á svona sitt jólaefni sem maður fylgist með, sko. Já. Og horfir á hann hver jól, sko. Hvað efni það? Í eitthvað tilviki? Það misjætt Já, jólumyndin mín Home Alone, ég horfir ofta á hana. Já. Mér finnst hún alveg rosa skemmtileg. Ég veistu, fólk sem horfir alltaf á Bruce Willis myndina á Þorláksmessu, Die Hard myndina, já, ég skal ekki man aldrei heit og bjó Die Hard, horfir bara alltaf á hverju jólum, þannig að þú veist, plottið væntanlega ekki komaði óvart, sko, heldur það greiðlega stemningin sem það að leita eftir. Það snýst ekki plottið, sko, það snýst að svona, erum við ekki alltaf svolítið að endur upplifa jólin í fyrra og hitt í fyrra, þú veist, hverju ár, maður að taka upp gamla jólaskrautið, svona það rifjast upp minningar og maður svona ylja sig við jólin einhvern veginn. Já, það sérlega ekki gott að vera í eðli sínu með nýjungagerð nema að vill reyna að njóta jólana því að þau einmitt þess að þú segir. Þau snúast alltaf endurtekningar. Já, það það, sko. Ég einmitt heyrði það verið að auglýsa sko, svartar jólakúlur á útsölu. Já. Þó ég sem mikill jólaskreytingamaður aldrei geta hugsað mér sko, svart jólaskraut. Í öllu myrkrinu og svart og silfrað? Já, það var mjög skrítið. Ég skildi vel að þetta væri komið á útsölu. Já, bara strax fyrir jólin. Já. En þú ert sko sagnfræðingur, þannig að þú hefur náttúrulega líka svolítið verið að bara svona, hvað maður að segja, velkjast í gömlum jólum, bæði í lestri og líka bara með því að vera yfir minjasafninu og öllu sem því fylgir. Gamlar jólahefðir sem að þér finnast sko mjög sjarmerandi en hafa kannski ekki haldið sér. Einhverja sem þið dettur í hug? Nei, það í sjálfu sér ekkert. Það í sjálfu sér, jólin ekkert svo ólík hjá okkur eins og við vorum, sko. Okay. Það bara meiri umbúðir, Já. Við gefum okkur minni tíma, það kannski eitthvað sem við gætum svona gert meira fyrir jólin, að gefa hvort öðru meiri tíma. Já. Ég veist að það veri svona verðmætara heldur en margt sem við erum að kaupa, sko, með fullir virðingu fyrir kaupmannastéttinni, sko. Já. En það held ég að fólk hafi bara gefið sér einhvern veginn meiri tíma. Þó að jólin hafi alltaf verið annars sem tími, sko. Já. Og fólk sofnaði ofan í hvort sem að var sko arskurinn eða matarstelli, það gerist á öllum tímum. Já, menn hafa alveg verið jafn þreyttir fyrir 100 árum á jólum eins og þeir eru í dag. Algjörlega. Það nú örugglega ein skýring á öllu þessu jólasveinaflóði, sko. Já. Þeir hafa nú örugglega hjálpað til, sko, við að halda fólki við efnið. Jólasveinarnir? Já. Hvernig þá? Það svona verið hægt svona, nota það sem, gríl og leppalúði. Já. Nota og tala ekki jólaköttin, að nota þetta sem svona, halda þeir við vinnuna, sko. Já, bara svipað. Þetta svona svipað, sko. Já. Já, og fólk þurfti að fá nýja flík til þess að fara ekki jólaköttin og allt það. Já, þetta svona dóminer, þetta svona skammar við jólastemning, sko. Bara, þú veist, ef þú stendur þig ekki, þá lendur í. Þá lendur í jólaköttin. Þá lendur í jólakettinum, sko. En það náttúrulega líka til, það til jólageitur, sko, annars staðar til dæmis. Já. Við erum ekki að finna neitt upp, sko. Nei. Þetta svolítið samhljómur allstaðar með margt. En það nú svona vinalegri heldur en jólakötturinn, vantarlega. Maður getur ekki lent í jólageitinni, eða? Ég veit það ekki. Mér fannst þetta alltaf sérstakt þegar maður las þessa jólageit. Ég held reyndar hún sé ekkit rosalega vinaleg, heldur. Nei, ok. Fyndið, af því svo hinn kristni boðskapur jólana náttúrulega bara snýst kærleika og frið og það að við könnumst við mennskuna og bara
látum okkur þykja vænt hana, sko. Já. Þannig að mér fyndið svo aðri siðir sem koma svona. En, Eik, þú varst einu svona jólastjarnan, sko. Ekki Bethlehemstjarnan kannski, en jólastjarnan, ég man eftir því. Já. Hvað eru 3 ár síðan? Já, árið 2013, já. 3 ár. Þá vannstu þá skemmtilegu keppni. Já, þetta var rosa skemmtilegt og maður lærði mikið. Já. Það var mjög skemmtilegt. Og þú fyrst að syngja þarna á tónleikunum með jólagestum Björgvins. Hvernig upplifun var það? Nú ertu 14 ára í dag, þannig að og ert 11 ára þarna. Já, ég var bara frekar afslæppið. Var það? Ég var ekkert stressið með aðra krakkar sem voru hana, voru að deyja úr stressi. Ég var bara hlakkaði til og hlakkaði til að fara aftur heim og... Já. Ég veit það ekki. Og bara naust þess að standa á sviðinu og syngja? Já. Þú náttúrulega hefur þarna hefur skilað sér öll þessi reynsla. Þú ert búin að syngja með barnakór, Akureyrarkirkju og núna stúlknakór og taka þátt hérna í leiklistastarfi og bara komið víða fram. Já. Var það ekki skilað sér þarna? Jú, auðvitað. Reynslan er náttúrulega mjög mikilvæg og... Já. Ég veit það ekki. Já, en hvaða lag söngstu? Já. Ertu að tala í keppninni eða á tónleikunum? Sko á tónleikunum til dæmis. Hvaða lag söngstu á tónleikunum? Jólasveinninn kemur í kvöld. Ok. En í keppninni, þegar þú stóðst fyrir framan dómnefndina, hvað söngstu þá? Ég söng 2 lög, Majónesjól og Villikötturinn eða Ben. Majónesjól? Og Ben? Já. Og getur leyft okkur að heyra smá tóndæmi? Eitthvað af þessu, manstu þetta? Nei. Eitthvað smá, nú kem ég þér í bobba. Það majónes heimur jólin, þegar mjallhvítur hnjúpurinn er. Já, ok. Svona eitthvað þannig. Ég heyri strax, ég skil strax að það var unnið, sko. Það er bara, þú þurftir ekki syngja nema nokkrar setningar og þá heyrir maður hvað fallega rödd. Takk fyrir. Þú eru að þroska hana enn frekar, leið okkur að njóta. Já. Er það ekki? Jú, auðvitað. Stefnur að því að verða söngkona? Já, eða leikkona. Já. En ég er ekkert ákveðið, það er bara, maður sér hvert lífið tekur mann. Já, já. Bara að vinna með það. Ertu ekki að læra söng? Jú, ég er að læra söng. Já. Það er rosa gaman. Já. Hvernig, sko, þú ert að læra, sko, klassískan söng eða ertu inn á svona dægulega? Þetta er rytmísk. Það er svona blandað jazz og bara alls konar. Maður fær svona meira ráða í rytmísku finnst mér, heldur en klassísku. Það er meira svona klassíst. Ein lína, já, klassíst, eins og nafni gefur til kynna. Já. En hvernig er heima hjá ykkur á jólum? Ég hef einhvern veginn á tilfinninguna að þú segir nú pabbiðinn sé alveg brjálæri í jólaskreitingunum, en ég hef einhvern veginn tilfinninguna að þið séu svolítið svona fjölskyldan saman í því undirbúið, er það rétt? Rétt hjá mér, rétt til getið. Ég er bara ennþá eins og þakklátur að hafa ekki beðið mig að syngja, sko. Já, en hvernig væri þú myndir syngja? Já, hvernig væri það? Jólahaldi hjá okkur, það er auðvitað svona nokkuð hefðbundi. Við erum voða duglega að gera eitthvað saman, baka og... Spila. Er þið með lifandi tré eins og við erum hérna? Eða erum við gerfi? Nei, ég get ekki hugsað mér að fá mér gerfi til. Það er eitthvað, en ég verð að hafa jólatrí, sko. Já. Og hvað tegund? Ertu bundin að einhver ákveðni tegund eða ertu opin fyrir ýmsu? Ég held að þetta sé rauðgryn. Furan finnst mér nú orðið fallega, sko. Það var nú alltaf hérna... Það er jólatríð? Já. Skreitið þið bara á Þorláksmessu eða eru þið farin að skreita fyrr, sko, jólatríð? Það er farið að tegjast á því. Já. Við erum svona farin að skreita upp á 20. og einhvað nóvember. Já. En ekki tríð, sko. Nei, alls ekki. Þá eru farin að svona, það er svo gaman að setja inn, sko, auka ljós og svona breyta til á heimilinu og taka niður, það sem skreitir heimili venjulega, taka upp einhvað annað. Það er bara skemmtilegt í því. Gera svona smátt og smátt, sko. Ekkert allt í einu, sko. En maturinn, eins og aðfangadagskvöld, er það alltaf með það sama eða breytir það alveg til? Já, svona í bland. Þetta er nú farið að snúa svo mikið mat, sko. Eftir því sem að vera eldri, þá verður þetta aðal matarveisla ársins. Já, gjafirnar fara alltaf að skipta minna máli og maður vera ennþá spenntari fyrir matur. Já, mér finnst þetta miklu skemmtilega að gefa gjafir heldur en hitt. Mér finnst svo gaman að fá það, sko. En maturinn, þetta er fyrir að snúast mat, sko, hvað við ætlum að
hafa jólin og hvenar og þó það sé alltaf það sama. Já. Þá er ég fann að hugsa það, sko, í svona október, sko. Ok, ég sé að ég hef alveg fengið þetta alveg jólaböld, sko. Ég er nú yfirleitt búin að kaupa jólagjafnir í svona mestu leyti í svona október, nóvember, sko. Já, ok. Og erst þú alveg í því til jafns við konu þína? Ég er nú yfirleitt bara með þetta hlutverk, sko. Þú ert bara með þetta hlutverk? Bara eini karlmaður í Íslandi, sérlega? Ég er alveg upp að eintómum konum, þannig að þetta er ekki skrítið, sko. Nú, hvernig þá? Ég er náttúrulega, mamma var einstæð og fyrst þá byggum við með systur minna 2 og svo kom föðuramma minn inn og þar voru sko endalausar dætur og þannig að ég er búin að vera prins svo lengi, þannig að... Já, þannig að þú ert bara, þessi kvenlegu gildi eru bara inngróin. Já, svo ég 2 dætur og... Já, þetta er bara þín örlög. Já, þetta er bara mjög fín örlög. Já, þau eru það. Þetta er dásamlegt. En svo eru þau náttúrulega, sko, ég veit að þín kona syngur í kirkjukórnum. Farið þið í messu með henni? Já. Það er alveg bara fastur hluti af jólahaldinu, sko. Já. Það er alveg ómissandi. Við vorum einhvern tímann að ræða, ég var einhvern tímann að ræða, jafnvel þótt að konan væri ekki í kirkjukórnum, þá myndum við samt fara í messu, sko. Já. Og ég er nú ekki duglegast að sækja messuna. Nei. En þetta er alveg ómissandi. Þarna einhvern veginn, þetta er svo hátilegt og alveg tróðfull kirkja, allir í sínu besta skapi. Já. Og við breyttum öllu heima til þess að þetta svona passaði við messuna. Já. Þá senkuðum við bara öllu heima. Þannig að öll matseld og annars miðast bara við það. Þegar við komum heim, þá getum við bara mjög fljótlega sest niður og fara að borða, sko. Já. Eru þið með einhverja svona siði í ykkar fjölskyldu sem að eru, óvenjulegir? Eitthvað sem þið vitið að aðrir gera ekki eða haldið að aðrir gera ekki? Nei. Eitthvað sem að tilheyrir bara ykkur yfir hátíðarnar? Ég manna ekki eftir neinu svona sérstæðu. Ég held við séum ósköp hefðbundin. Já, er það? Já. Og eru þið bara, þú veist, á gamlárs, þá farið þið að sprengja í flugelda og þetta er allt svona bara... Já, við hefum gert það, sko, en við náttúrulega, svo erum við náttúrulega mikið saman bara stór fjölskyldan líka, sko. Já. Og með henni yfir jólin. Já. Já. En drauma jólagjöfin í ár hjá þér? Er eitthvað sem þú ert alveg bara, þú óskar þér alveg mest af öllu? Ég er rosa léleg að finna gjafir, svona, koma gjafa hugmyndir, en... Þau eru ágætt fyrir áhorfendur að heyra þetta sem eru núna í vandræðu hvað á að kaupa handa úlingnum. Þú getur hjálpað mörgum sem eru að fylgjast með. Það hefði bara pressa núna. Þetta er rosalega pressa, sko. Þú getur komið með einhverju hugmyndir. Hvað eru 14 ára stelpur svona spenntastar fyrir? Nú er ég líka að hugsa fyrir sjálf á mig þegar ég eftir að kaupa einhverju gjafir. Ég er núna bara að tala fyrir mig, en eitthvað make-up eða eitthvað, sko. Já, snirtidót. Þetta er svolítið snirtidót, það er svolítið vinsælt, allavega fyrir mig. Mjög gott að vita að við erum búin að reyna að spyrja svona hvað... Já, nú erum bara komin hérna í sjónvarpsþátt og þá verður hún bara að svara. Það er líka góðar bækur og... Já. Ertu að fylgjast með því svona, að því nú ertu að tala að krakkar og úlingar sé ekki að lesa nógu mikið. Fylgistu með því hvaða bækur, úlingabækur koma út fyrir jólin og lætur þið langa í? Já, maður flettir alltaf í gegnum bókatíðindi, svona. Já, þú gerir það? Já, merkir það sem maður langar í. Já. Og, síðan, þú veist, ef maður sér einhverja skemmtilega bók í Eymundsson, segir, þú veist, fólkdunum. Hvað, einhverja bækur núna á svona óskalistanum hjá þér sem voru að koma út? Ég man ekki eftir ekki neinu akkurat núna. Nei. Ertu að lesa eftir íslenska höfunda eða erlenda? Bara bæði. Mér finnst skemmtilegt að lesa bara, þú veist, frá íslenskum eða líka enskum. Já. Mikið er ég glöð að heyra þetta. Maður er miklar áhyggjur af því að krakkar sig ekki lengur lesa þetta. Ég man eftir, bara þegar ég var á þínum aldri, hvað ég hlakkaði mikið til að fá nýju jólabækurnar. Varst þú ekki í því líka? Jú, við höfum reyndar höfum sameiginlegan sið þegar við tókum saman við hjónin, sko, að það var þetta, sko, að grípa bókatíðindin, eins og maður gerði alltaf, alltaf þegar bókatíðindi kom að fletta og skoða.
Og svo það þetta á aðfangadag, þá gefur jólasveinninn öllum heimilismeðlumum bók í skóinn, sko. Já, það svoleiðis. Já, þegar ég var á eikaraldri og yngri, þá gaf mamma okkur systkinunum alltaf, sko, fekk maður alltaf einhverja teiknimyndarsögubók á morgni aðfangadag, sko, í skóinn. Það var alltaf mikil spenna að fá nýja Viggó-bók eða Ástrík eða eitthvað svoleiðis, sko. Já. Þannig við höfum haldið þessu, sko. Hvar erst þú alinn upp, Haraldur? Ég veit ekki hvort ég á ljóstraði upp. Ég náttúrulega minjasafnsins og akkur, en ég Reykvíkingur, sko. Þú ert Reykvíkingur? Þannig að þú hefur... Já, ég auglýsi eftir nýju starfi. Já, nákvæmlega. Þannig að þú ert alinn upp þar, hvað? Bara í Breiðholtinu eða? Nei, ég alinn upp Slag fordómafull með Breiðholtinu. Það heiti Kleppsmýravegur. Þar ólst ég nú fyrst upp og svo bara við Kleppsveginn í blokk þar. Og gekk í Langholtsskóla. En hvernig endaðu þér hér? Ég kynntist konu í sagnfræði. Við kynntumst, eins og ég segi stundum, við kynntumst í frönsku byltingunni. Já, ok, voru að læra það þegar þið kynntumst. Var það sá kúrs? Það var sá kúrs. Já. Það breytti ekki sögunni nema bara svona hjá okkur. Fannst henni þú eitthvað líka Napóleon? Það frekar það heldur margir aðrir í þeirri sögu. Já, akkurat. Nei, þannig að við þess vegna enduðum við hér, sko. Já, og búin að vera hérna í hvað? Hvað mörg ár? Síðan 2003. Já. Nei, 2002. 2002, sumarið, það rétt. Já, árið sem þú fæddist. Það rétt. Akkurat. Já. Maður þarf að hafa staðreyndirnar réttar. Það rétt, það betra. Fyrir sagnfræðingar algjört mörg. Já, gera heimildaskráðum. Heyriði, það dásalegt. Við ætlum nú bara að hafa þetta svona á léttunótum, en þátturinn ekki alveg búið því að nú fáum við aftur hjónin góðu og vini mína. Hjalta og Láru, þau ætla að syngja fyrir okkur eitt fagurt lag hér að lokum. En ég segi bara við ykkur, kæru áhorfendur, gleðileg jól. Takk fyrir samfylgdina á þessu ári. Við sjáumst aftur í janúar, á nýju ári, og ég vona að þið eigi góða stundir saman með ykkar fólki yfir hátíðarnar. Ég þakka ykkur fyrir komuna, Haraldur og Eik, og að dásamlegt að vera hérna með ykkur, og hafið það gott. Bless. Þú blíða drottning, bjartar en sólin, þú býður fyrir lifendum og dauðum, hrífum eilífð oss frá heljar nauðum,
side.